Það nokkuð algengt á meðal kristinna manna, þeirra sem játa kristna trú, að líta á boðorðin, það að segja boðorðin 10, þessar 10 meginreglur Guðs ríkis, sem gamaldags fyrirbæri, eitthvað sem úrelt og á ekki við nútíma samfélag. En það öðru nær þegar við tökum til við að lesa Biblíuna, hvort heldur í Gamla testamentinu eða því Nýja, að Guð leggur mjög rík áherslu á mikilvægi þessara meginreglna Guðs ríkis. Ég kýs að kalla boðorðin 10 stjórnarskrá Guðs ríkis og það einmitt vegna þess að það ekki hægt að stýra eða stjórna nokkru ríki án þess að hafa einhverja reglu til þess að fara eftir sem þegnum þess ríkis uppálagt að fylgja. Og í upphafi þá kom syndin inn í heiminn, einmitt vegna þess að þessar meginreglur Guðs ríkis voru brotnar. Það var á Sínaífjalli forðum að Guð kallaði Móse að koma út úr herbúðum Ísraelsmanna í eyðimörkinni og ganga upp á Sínaífjall. Og þar var hann í 40 daga. Og á þessum tíma þá afhenti Guð honum þessar meginreglur sem hann hafði skrifað með eigin fingri á 2 steintöflur. Og síðan afhenti hann töflurnar í hendur Móse og sagði honum að fara niður í herbúðirnar og kynna þessar reglur, þessi boðorð, þessi ákvæði Guðs ríkis öllum Ísraelsmönnum, að þeim bæri að fara eftir þeim. Og það segir í 5. Mósebók í 4. kafla, 13. versi, þá birti hann yður sáttmála sinn, sem hann bauð yður að halda 10 boðorðin og hann reit þau á 2 steintöflur. Hér höfum við það svart á hvítu að Guð skrifaði þessi boðorð og hann skrifaði þau á steintöflur. Þetta það eina í allri Biblíunni sem að Guð fól ekki mönnum að skrásetja. Hann skráði boðorðin 10 sjálfur og það á steintöflur. Eins og við segjum stundum höggvið í klett, eitthvað sem á að vara og endast lengi. En það segir Biblían að boðorðin 10, þetta lögmál Guðs sé heilagt og lýtalaust og vari að eilífu. Það athyglisvert að í musterinu til forna, hvort heldur var í tjaldbúðinni á meðal Ísraelsmanna, eða í musterisbyggingunni í Jerúsalem þegar eftir að hún var byggð, að þá var þetta musteri, það var í 2 herbergjum, fremra og það stærra, það var kallað hið heilaga. En hið allra helgasta var innsti hlutin og þar inni var nánast ekkert annað en sáttmálsörk, eins og var kölluð. Það var gulli slegin kista og ofan á lokinu voru styttur af 2 englum. Og ofan í kistunni voru töflurnar 2 sem Guð hafði ritað á með eigin fingri boðorðin 10. Þetta var það helgasta í musterinu. Það var lögmál Guðs. Og einu sinni á ári fór æðstupresturinn inn í þennan innsta hluta helgidómsins til þess að eins og að dreipa blóði fórnardýrsins sem þá hafði verið fórnað á friðþægingadaginn á hornin á þessari gullkistu sem við köllum sáttmálsörk. Og þetta var til þess að friðþægja fyrir syndir Ísraelsmanna, friðþægja fyrir brot þeirra gegn þessum heilugu boðorðum, meginreglum Guðs ríkis. Í Nýja testamentinu okkur sagt hvað sé synd. Þar segir í 1. Jóhannesarbréfi 3. kafla 4. versi, hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot, syndin lögmálsbrot. Þannig höfum við það svart á hvítu að syndin brot á lögmáli Guðs. Og þeir sem drýja syndir, þeir eiga að deyja. Og Adam og Eva hefðu dáið forðum strax þegar þau syndguðu, þegar þau ákváðu að treysta frekar orðum óvinnaris
frekar en aðvörunum drottins. En af því að Guð hefur sett í gang áform að frelsa okkur syndarana, að þá þurfi ekki að deyja eilíflega, heldur, ef það býður okkar að deyja áður en drottinn kemur í skýjum himinsins að sækja fólki sitt til að bjóða það velkomið inn í tíð himinsins, að þá mun hann reisa okkur upp til lífsins á ný og þá munum við lifa að eilífu. En þangað til, þá heyjum við baráttu við freistingar og syndir, en af því að drottinn hefur fært fórnina miklu á Golgata fyrir okkur, að þá getum við öðlast eilíft líf og þegar Kristur kemur, þá reisir hann dána upp til lífsins. Páll postuli segir í Rómverjabréfinu í 6. kafla og 23. versi að laun syndarinnar dauði, segir hann, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Þetta gjöf og kostar okkur ekkert annað en að vilja, að þiggja, að taka á móti, og það nauðsynlegt fyrir okkur syndarana að gera það til þess að öðlast eilíft líf. Við þurfum að meðtaka Jesú Kristi frelsarinn okkar sem drottinn okkar og konung lífsins. Lög og reglur allra þjóða grundvallast á boðorðum Guðs, hvort sem menn vilja kannast við slíkt eða ekki. Þegar við skoðum boðorðin, að þá til dæmis sagt eitthvað þessa leiði, þú skalt ekki ljúga, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki morðfremja og svo framvegis. Allt þetta að finna í lagabálkum þjóðana, allt í kringum okkur og í okkar eigin þjóð einnig. Því að við leifum ekki, við líðum ekki að fólk steli og ljúgi og drepi. Þannig sjáum við að lög okkar eru byggð á svona lögum sem kallast boðorðin 10. Meira að segja fyrstu boðorðin sem fjalla að hafa aðeins einn Guð eða tilbiðja einn Guð og sýna honum lotningu, þar sýnum við einnig í lagabálkum okkar virðingu fyrir trú hvers og eins eða það að bera virðingu fyrir almætti. Svo að meginreglur himinsins, boðorðin 10, eru í rauninni undirstaða góðra reglna og lagabálka okkar mannana í hvaða þjóðfélagi sem við annars finnum okkur. Eitt sinn kom maður til Jesú og við lesum þetta í 22. kafla hjá Mattheusi frá 37. versi og spurði hann hvert væri hið æðsta boðorð. Hann svaraði honum: elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessum 2 boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Hérna var drottinn Jesús Kristur að minna áheyrendur sína á það að öll boðorðin, það að segja boðorðin 10, þau mætti taka saman í 2, þar sem við sýnum elsku okkar og virðingu og lotningu fyrir Guði almáttugum, eins og kemur fram í fyrstu 4 boðorðunum. Og svo í hinu 6, að þá opinberast það sem segir í þessu númer 2 sem að hann komið þarna, hinnum gullnu boðorðum, að virða náungan, elska náungan eins og okkur sjálf. Þannig eru 6 síðustu boðorðin af hinu 10 tekið saman í þessa hnotskurn, að virða eigur og réttindi náungans eins og við sjálf ættu þar hlutamáli. Guð var ekki þarna, Jesús var ekki þarna að nema á gildi boðorðin 10, heldur aðeins að sýna hvert innihald boðorðanna 10 væru, að elska Guð og að elska náungan. En kennimenn og prestar, þeir sem að kenna öðrum eitt og annað sem byggist á eða ætti eða á að byggjast á orði Guðs, stundum fara þeir svona
út fyrir meginreglur Guðs, og þetta kemur fram í því að ég hef sjálfur heyrt marga presta og kennimenn halda því fram að boðorðin 10 væru úreltar reglur og við þyrftum ekki að fara eftir þeim í dag. Þetta var bara gefið Ísraelsmönnum til forna, en menn allstaðar annars það þurfi ekki að hafa því heiðri. En við lesum hvað Guð hefur að segja í gegnum Esekiel spámann í 22. kafla og 27. versi. Það sem að segir: prestar hennar, það er að segja Ísraels eða kirkjunar, hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem er heilagt og óheilagt og eigi frætt mennum munin á óhreinu og hreinu. Jafnvel þó að þetta sé að finna í Gamla testamentinu, svona skorinorða yfirlýsingu Guðs að við megum ekki fikta við boðorðin eða brjála lögmáli hans eins og hann orða það. En þá skulum við hafa það í huga að í Nýja testamentinu eru margar áherslur frelsarans okkar, Jesú Krists, svo og postulana, varðandi heilaleika, varanleika, eilífleika boðorðana 10. Til dæmis segir Jesús í 5. kaflanum hjá Matteusi, þetta er að finna í fjallræðunni, frá 17. versi: ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir þau mun mikill kallast í himnaríki. Sumir kennimenn nú til dags leggja áherslu á það atriði í þessari yfirlýsingu Jesú Krists að hann hafi uppfyllt lögmálið fyrir okkur. Vissulega það rétt, en hann afnam ekki eða felldi úr gildi boðorðin 10 með því að uppfylla kröfu lögmálsins, alls ekki. Heldur er hér einn sem er höfundur lögmálsins á ferðinni, sjálfur drottinn. Hann einn uppfyllti kröfurnar með því að deyja á Golgata og friðþægði þannig fyrir syndir okkar mannana, syndir alls heimsins. Þannig uppfyllti hann kröfu lögmálsins sem eru að syndarinn, sá sem er sekur við lög Guðs, skal deyja og deyja að eilífu. En vegna Jesú Krists þá þurfum við ekki að deyja að eilífu. Ef dauðinn er okkar reynsla, áður en Kristi kemur að sækja fólki sitt, þá mun að reisa okkur upp. Það er að segja, ef við höfum tekið á móti honum, fagnandi sem frelsar okkar og meðtekið fórn hans fyrir okkar syndir. Í predikaranum í 12. kaflanum frá 13. versi segir: við skulum hlýða á niðurlagsorðið í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð, því að það á hver maður að gjöra. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm, sem haldinn verður yfir öllu því sem hulið er, hvort sem það er gott eða illt. Við skulum minnast þess að Kristur er enn ekki kominn. Dómi Guðs á himni yfir okkur mönnunum eða gjörðum okkar mannana, syndaranna, er enn ekki lokið. Svo að enn eru boðorðin í gildi og reynda munum við komast að raunum að þau eru eilíf. Þau eru boðun sem ævarandi meginreglu Guðs í ríki hans alla eilíf. Svo að niðurlagsorðið í þessu öllu er að það eru þessi boðorð, þessa meginreglur, lögmál Guðs sem að gjörður okkar verða bornar saman við og við hljótum dóm okkar í samræmi við virðingu okkar og viðhorf gagnvart því sem Guði er heilagt. Jú, við frelsumst ekki fyrir dugnað okkar í því að halda boðorðin 10. Það getum við ekki. En Jesús gat það og gerði það.
Og þegar hans réttlæti er heimfært upp á okkur og hans réttlæti er svo þekur okkar ranglæti, þá lýsir himinin okkur réttlátar manneskjur, frelsaðar manneskjur. Í Esekiel 37. kafla frá 27. versi segir: og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst, og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setningar mínar og breytið eftir þeim. Þannig var þetta á dögum Gamla testamentisins, alveg frá upphafi, ekki bara frá því að boðorðatöflurnar voru afhent á Móse á Sínaífjalli, heldur alveg frá Adam og Evu, og verður áfram og var á Nýja testamentis tíma og á okkar tíma. Allt þar til að Drottinn kemur aftur að sækja þá sem vilja hafa í heiðri þessa meginreglur hér á jörðu, því þá veit hann að hann getur treyst okkur til þess að hafa þær í heiðri alla eilífð á himnum. Jesús Kristur, hann er okkur allt. Undir honum eigum við allt komið. Hann sem er höfundur þessa lögmáls, þessara 10 boðorða, hann uppfyllti kröfu lögmálsins og hann reis upp frá dauðum, vann sigur yfir dauðanum og getur nú boðið okkur velkomin inn í himinin, hvort sem við eru lífs eða liðin, þegar hann birtist í skýjum himinsins til að sækja líf sinn. Við skulum setja allt okkar traust á frelsarann. Svo segir í 1. Jóhannesarbréfi í 2. kafla, það er 3. og 4. versi, það lesum við á þessa leið: og á því vitum við að við þekkjum hann, ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Það gerðist fyrir nokkuð mörgum árum. Ég var staddur út á landi og þá kom í heimsókn til mín maður, reyndar hjón, konan hans kom líka, og þetta voru leiðtogar safnaðar sem að gera mikið af því að ganga í hús, banka á dyr og við gjarnan fá að komast inn og ræða Biblíuna með fólki. Við hjónin buðum þessi hjón velkomin inn á heimili okkar, en við komum okkur saman að ræða eitt ákveðið efni og það var lögmál Guðs, boðorðin 10. Og ég leyfði manninum að byrja, hann mátti segja það sem hann vildi og svo þegar hann hafði lokið sína máli þá tók ég til máls. Og ég myndi mannin á að hann hafði haldið því fram að boðorðin skipta engu máli, við þyrftum ekki að hafa þau í heiðri og þau væru úrelt. Þetta sagði hann við okkur þarna á heimili mínu. Og þá sýndi honum þennan texta í 1. Jóhannesarbréfi 2. kafla frá 3. versi, að sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Ég myndi mannin á að Guð kalla þá lygara sem halda slíku fram að við þurfum ekki að bera virðingu fyrir boðorðum Guðs eða að þau séu úrelt. Og hann var hvumsa og gat ekki sagt mikið þann daginn. Og það var allt í lagi, því að þessi maður fór með fleipur, þetta var ekki sannleikur sem hann boðaði varðandi heilög lög Guðs. Í 2. Jóhannesarbréfi 1. kafla og 7. versi lesum við: og í þessu birtist elskan að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið, eins og þér heyrðu það frá upphafi, til þess að þér skyldu lifa í því. Og svo í 1. Jóhannesarbréfi 2. kafla og 7. versi segir: þér elskaðir, það er ekki nýtt boðorð sem ég rita yður, heldur gamalt boðorð sem þér hafið haft frá upphafi. Kæru vinir, postularnir, lærisveinarnir og þeir sem skráðu Nýja testamentin, þeir vissu að Guð ætlaðist til þess að þeir og við á öllum tímum
hefðum í heiðri þessa meginreglur Guðs ríkis, boðorðin 10. Og þetta ekki gamalt boðorð eða nýtt boðorð, þetta hið eilífa boðorð eða lögmál Guðs. Öll boðorðin 10 hafa alltaf verið og munu alltaf vera við lýði, alltaf vera í gildi. Það því nauðsynlegt fyrir okkur mennina að læra að lifa í samræmi við þessa meginreglur himinsins, því að á himnum munum við þurfa að bera virðingu fyrir þeim. Í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla frá öðru versi lesum við að við elskum Guðs börn, þekkjum við af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að í þessu birtist elskandi Guðs, að við höldum hans boðorð, og boðorð hans eru ekki þung. Það svo ofta sagt já, en boðorðin eru bara svo þung, þetta ekki hægt. Seinni hlutana þessari tilvitnun minnar get ég verið alveg sammála. Þetta ekki hægt fyrir okkur að vera fullkomin í hlýðni okkar við boðorðin. En okkur ber að læra að elska þessi boðorð, að bera virðingu fyrir þeim og leitast við að haga líferni okkar í samræmi við þessar meginreglur Guðs. Þessi kærleiks boðorð Guðs, boðorðin 10. Við getum komið til Jesú, til frelsaras okkar, sama hver við erum, sama hver fortíð okkar hefur verið, hversu ljót reynsla okkar hefur verið á liðnum tíma. Ef við bara viðurkennum Jesú sem, frelsaran okkar, drottin okkar, þá hann fús að fyrirgefa okkur fortíðina. En síðan munum við leitast við að lifa í samræmi við vilja hans eins og hann birtist í boðorðunum 10. Allar dýra fórnirnar, alveg frá dögum Adam og Evu, allt til þess tíma að Kristur dó á Golgata, bentu til sem sagt fórnar hans einmitt þar á krossinum. Þessar fórnir sýndu fram á að einhver þurfti að deyja fyrir syndir okkar, og dýrafórnirnar voru aðeins mjög áhrifaríkar, sláandi leksjur alvarleika syndarinnar, að einhver þarf að deyja fyrir þessar syndasektir okkar mannana. Kristur tók þetta allt á sig á Golgata, og upp frá því þurfti ekki að færa dýrafórnir. En nú hann æðsti presturinn okkar í musterinu á himnum, og þar þjónar hann þar til hann kemur aftur til að sækja fólki sitt. Ég vona og ég trúi því að mörg okkar sem hugleiðu þetta verðum einmitt þar í þeim hópi sem fagnar komu frelsarans. En á Golgata rann blóð hans til að friðþægja fyrir syndir okkar mannana. Leifum blóði Krists að skola burt öllu ranglæti fortíðar okkar, og við getum síðan haldið áfram að fagna í Kristi Jesú þegar við höfum tekið við hjálpræði hans. Í Jakobsbréfinu 2. kafla frá 9. versi segir: En ef þér farið í manngreinarálit, þá drýið þér synd, og lögmálið sannar upp á yður að þér séu brotamenn. Þótt einhvern héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá hann orðið sekur við öll boðorð þess. Sjáu þið, hér segir Guð okkur í orði sínu að þetta vonlaust fyrir okkur mennina að gera þetta á eigin spýtur. Það ekkert það gott í okkur sem að við getum notað eins konar vegabréf eða meðmælabréf inn í himinin. Nei, það það sem Kristur gerði og hans fórn til að uppfylla kröfu lögmálsins sem nægir fyrir að friðþægja fyrir syndir okkar allra. En við þurfum þá að meðtaka, við þurfum að þiggja, við þurfum að viðurkenna syndasekt okkar og meðtaka frelsaran inn í líf okkar. Við hugsum málið, hvernig í ósköpunum þetta hægt? Við stöndum okkur að því við viljum gera hér góða, en uppgötum við gerum það sem að rangt.
Þetta var einmitt það sem Páll postuli fjallaði í Rómverjabréfinu í 7. kaflanum og 15. versi þegar hann skrifaði: því að ég veit ekki hvað ég aðhefst. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Og svo það, hann komst að þeirri niðurstöðu að það bara Jesús Kristur og hann einn sem getur frelsað, og hann fagnaði einmitt í þeirri fullvissu sinni. Það var Páll postuli líka í Rómverjabréfinu 6. kafla og 23. versi sem skrifaði: laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Þetta gjöf, eilífa lífið. Þú getur ekkert gert til þess að svona eins og mæla með sjálfu þér, eða ekkert gert til þess að ávinna þér eilíft líf. Við getum þetta ekki. Við erum gjörsamlega glataða manneskjur án þess að hafa frelsara, talsmann á himni sem talar máli okkar, og eins og segir í Biblíunum heilagan anda sem biður fyrir okkur, og þannig höfum við hjálparhellur á himnum sem tala máli okkar. Við erum örugg í faðmi frelsarans þegar við þiggjum náðargjöf hans sem eilíft líf. Við virðum fyrir okkur krossinn á Golgata þegar við sjáum að Jesús þurfti að koma inn í þennan heim, lifa á meðal okkar mannan í þessu dimma heimi, fórna birtu himinsins, dýrð þess, og alla fara á misvið, alla aðdáun og tilbeiðslu himneskra vera, alla þann tíma sem var á meðal manna í syndugum heimi. Þá gerum við okkur grein fyrir því að hversu mikið það kostaði frelsaran okkar að frelsa okkur syndarana. Og frekar en að breyta boðorðunum, fella þau úr gildi eða nema einn stafkrókur gildi, að þá fórnaði lífi sínu, því hitt var ekki hægt. Að nema úr gildi lögmál Guðs þess að frelsa okkur hefði stofnað friði og gleði og hamingju Guðs ríkis í hættu alla eilífð. Nei, hann kom hingað til jarðar til að lifa meðal okkar og síðan að deyja fyrir okkur og færa þannig fórnina fyrir okkur öll. Þegar við virðum fyrir okkur hendi Jesú Krists útrétta til sáttar við okkur syndarana, því að hann vill frelsa okkur og fyrirgefa okkur fortíðina, alla syndirnar, þá skulum við minnast þess að það eru merki í höndum hans sem hann vil bera alla eilífð. Það eru naglaförin í höndum hans. Einhvern tímann munu einhverju spyrja í eilífðinni, eins og okkur er sagt annars staðar í Biblíunni. Þeir munu koma til frelsarans og segja: hvar fékkstu þessi sár í hendi þína? Og þá mun hann segja: í húsi ástvina minna. Það var einmitt hér á jörðinni sem að hlaut þessi merki sem verða til að minna okkur á alla eilífð, hversu miklu hann fórnaði okkar vegna. Svo er það sjálfur frelsarinn sem segir í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 15. versi: ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Og takið eftir því að hann leggur áherslu á að þetta eru mín boðorð, segir hann. Hann á þessi boðorð. Hann er höfundu þeirra og ætlast til að þau verði höfð í heiðri að eilífu. Það var þess vegna þessara fullvissu eilífleika, varaleika lögmáls Guðs, boðorðanna 10, að sálmaskaldið byrjaði lengstu eða stærstu bók Biblíunnar, sálmana, sem að samastendur af 150 sálmum. Hann byrjar þessa sálma í 1. kaflanum og 1. versunum með því að segja: sællur sá maður eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra hafa Guð að háði, heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Sama
Það er alveg sama hver þú ert, karl eða kona, yngri sem eldri, á hvaða tíma sem er. Við getum hugleitt lögmál Guðs og ættum að gera það, því að við þurfum að læra að elska þau hér á jörðu. Áður en við höldum inn í himininn til að búa þar með frelsar okkar alla eilífð. Það gerir okkur gott að hugleiða á boðorðin. Í Salmi 119, allur kaflinn, lengsti kafli í Biblíunnar, þar er að finna merkilegt fyrirbæri. Í hverju einasta versi í þessum lengsta kafla, þar er að finna á einn eða annan hátt vikið að boðorðinu 10. Þau eru nefnd ýmsum öðrum nöfnum eins og ákvæði og reglur og meginreglur og fyrirmæli drottins og lögmál og svo framvegis. Þetta er allt boðorðin. Allur kaflinn, númer 119 í Sálmunum. Þið ættuð að lesa það við tækifæri. Í Rómverjabréfinu 7. kafla 12. versi segir Páll postuli: Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Það er ekkert þetta að bæta það og við tökum ekkert úr því. Heldur elskum það er að segja boðorðið, boðorðinn, lögmálið og höfum það í heiðri að eilífu. Já, við skulum gleyma fortíðinni. Við skulum fyrirgefa og fá fyrirgefningu fyrir allt tilliðna. Og það er sama hver þú ert og hvernig lífsmunstur þitt kann að hafa verið fram að þessu. Þú getur eins og bersundu og konan komið til Jesú og hann fyrirgefur þér. Og hann fyrirgefur svo munar. Því að Jesús Kristur, hann elskar þig. Sumir hafa verið í fangelsi, verið dæmdir til margra ára, en stundu gerist það að þeir eru náðaðir og þá er þeim afhent náðunar bréf og þeir eru frjálsir. En þegar þeir halda út í frelsið, þá verða þeirra samt sem ára halda þær reglur og lög sem viðkomandi þjóð er einstaklingur tilheyrir, hefur sett til þess að allir geti notið friðar og friðhelgi á meðal okkar hvers annars. Og við þurfum að geta og verðum megu til með að halda áfram þrátt fyrir náðun að virða lög og reglur hvers ríkis. Jakob segir í 1. kapitula sínum frá 22. versi: verðið gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíkið þér sjálfa yður, því að ef einhver er heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá er hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli. Hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skygnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmið það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Já, okkur er lýst þannig þegar við virðum fyrir okkur boðorð Guðs. Það er eins og við lítum í spegil, horfum á andlit okkar í speglinum. Ef við höfum verið að vinna óhreinunda vinnu, það sem að blettir hafa komið á andlit eða hendur okkar, við lítum í spegil, við sjáum að við erum óhrein. Við tökum þá vatn og sápu og þvoum okkur og gjörum okkur hrein. Eins er það með boðorðinu 10. Þau segja okkur eins og spegillinn segir okkur: við erum óhrein, við erum syndug, við erum syndasek. Ef spegillinn þvær okkur ekki, þá förum við til Golgata og leyfum blóði Jesú Krists að þvo okkur hrein, eins og við værum að nota sápu og vatn að þvo óhreinindi. Þetta er líkingamál. En orð Guðs lýsir því eins og við spegil þegar við virðum þessa meginreglu Guðs fyrir okkur. Við sjáum að við erum sek og þurfum á frelsara að halda.
Hið eina sem Drottinn skrifaði með eigin fingri, það voru boðorðin 10 og það á steintöflur. Minnumst þess að þetta er það eina sem Guð skrifaði og fól ekki mönnum að færa í letur. Heldur sá hann til þess sjálfur að leggja til orðalagið og við breytum því ekki, vinir. Það er eilíft og varalegt. Jesús Kristur, hann er frelsarinn okkar. Hann er höfundur þessa lögmáls sem hann kallar sitt. Ef þér elskið mig, segir hann, þá haldið boðorð mín. Þegar við gerum þetta, vinir, þegar við meðtökum þessa náðargjöf hans sem er eilíft líf og lærum að elska frelsarann og allt það sem honum er kært, þá mun að bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins að lokum. Spurningin er aðeins þessi: munum við fagna þegar hann kemur?